Komið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og hvernig hún samofin 80 ára sögu lýðveldisins. Ég heiti Guðný Halldórsdóttir og gestur minn að þessu sinni Illugi Gunnarsson, fyrrum menntamálaráðherra, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður. Velkomin Illugi. Já, takk hérlega. Og takk fyrir að vera með okkur. Já, nema hvað. Hvað segirðu? Já, fyrst að það bara allt mjög gott. Þetta merkt tímamót í okkar sögu og leið líka sögu lýðveldisins. Þannig ég held að þetta sé nú mjög vel til fundið að svona tína til þessi einstaklingar sem hafa verið í stjórnmálum og fyrir hönd flokksins okkar. Bæði auðvitað þá sem að skipti málið, þeir sem hafa verið kannski svona í embættum og annað slíkt. En ég held að það sé líka þetta mjög spennandi á þessum tímamótum að kalla eftir og heyra líka frá fólkinu bara almennt í flokknum. Bæði nú það sem liðið er og það sem framöndan er, því að Sjálfstæðisflokkurinn er lifandi stjórnmálafl, þannig að það er ekki bara þessi merka saga, það er líka næstu 95 árin sem skipta máli. Akkurat. Þannig að já, þetta eru fínir dagar. Þú byrjaðir sem vinstrimaður. Já, ég gerði það. Hvað gerðist? Hvað gerðist? Já, ég sko þegar að foreldrar mínir voru spurðir þetta mál, þá voru þau nú svona næstu því spurð með sama tóni eins og foreldrar sem missa börnin sín í ógæfu eru spurð. Það svona voru það vinirnir sem að vondu félagskapur eða hvað var það? Já, mér var það þannig að ég náði að klára MR sem vinstrimaður. En svona á síðasta árin í MR þá var ég svona farin aðeins að efast og svona verða veikari í trúnni. Bæði svona, auðvitað bara margir þar félaga minna sem voru nú hægri sinnaðir og maður tók eftir því að þeir voru ekki alveg vonlausir. En svo hitt sem gerði sem mér var bara það að ég held að ég hefði svona lesið mig inn í þetta, þannig að ég lendi því að lesa hann rétt tvítugt Hayek, eins og margir gera. Já, ég las mann ég leiðin til ánúðar og hún hafði mjög mikil áhrif á mig. Hún hafði þannig áhrif á mig að sérstaklega þessi þáttur þekkingar í samfélögum, hvernig frjáls markaðshagkerfi nýta þekkingu, bæði til þess að verða ríkari og geta búið þegnunum betra líf. En ekki bara það, heldur líka samhengja milli frjálsmarkaðar og síðan frelsis. Það er að segja að hver einstaklingur geti lifað því lífi, haft sína vonir og væntingar, leitað sinna hamingju, sem frjáls einstaklingur að forsenda þess væri mitt hinn frjálsi markaður. Vegna þess að leið og menn missa hinn frjálsa markað frá sér, þá hverfur líka allt frelsi einstaklingur. Það var þetta samhengi þarna á milli, sem að svona eiginlega rann upp fyrir mér þarna á þessum tíma og bara ég þakkaði eða kennt Hayek það. En þannig að það var það sem svona leiddi mig til hægri. Svo held ég líka kannski að það hafi haft áhrif að ég var alltaf að vinna á sumrin, var í verbúð og þá svona fór nú að renna upp fyrir manni að það var svolítið samhengi á milli þess hvernig ég gekk með rekstur fyrirtækisins annars vegar og síðan hvað ég átti mikið eftir í vasanum á haustið þegar ég kom heim sko. Þannig að já, svona nokkri þættir sem að virka saman sko, sem að gera það að verkum að ég færðist til hægri. Foreldrum mínum alveg klárlega til mikillar skaprunar. Svo þú ert aðstofamaður Davíðs Oddssonar. Já, ég fór út, ég kláraði nám hérna heima á Íslandi, í Háskóla Íslands, og kláraði hagfræði hérna heima. Fór síðan að vinna og fór svo út í framhaldsnám, tók MBA-nám út í London. Og þegar var að klára það, þá svona kom vinkun það að þetta geti orðið og þannig ég fær til Davíðs ég held ég að byrjað desember 2000 sem ég byrjaði að starfa hjá honum og var með honum síðan í forsætisráðuneytinu og svo seinna í utanríkis. Sem voru auðvitað fyrir mig alveg rosalega forréttindi sko. Það var eiginlega alveg ótrúlegt að fá bara fara í þann skóla að vinna fyrir einhvern svona eins og Davíð Oddsson. Það var óskaplega skemmtilegt, lærdómsríkt auðvitað, en bara líka bara svona að fá að kynnast manni eins og Davíð Oddssoni og svona fylgjast með hvernig hann vinnur, en ekki síður bara persónunni. Mér finnst það hafi verið ein mestu forréttindi sem ég hef fengið í lífinu. Það var óskaplega skemmtilegu tími, það voru að segja þessu verð. Hvenær áttar þið á því að þið langaði út í stjórnmál? Stjórnmál? Svona að vera kjörinn fulltrúi. Sko, ég veit að þetta hljómar nefnilega ekki nógu vel þegar maður segir þetta eins og ég er að segja núna. Þegar maður á ekki eiginlega að segja þetta sem ég ætla að segja. En það er alltaf það, því ég er ekkert að fara í stjórnmál aftur, sko. Okay. En það er ég eiginlega bara þegar ég var krakki, sko. Ég var eiginlega bara einhvern veginn skynjaði það. Ég hafði alltaf svo mikinn áhuga á samfélagsmálum, alltaf mikinn áhuga á pólitík. Pabbi var í pólitík, var í bæjarstjórn fyrir Alþýðubandalagið á Siglufirði og það var
pólitík bara allt í kringum mig. Ég meina bara eins og ef þú elst upp á skipstjóraheimili, sko, þá sjávarútvegur allt í kringum þig. Hjá mér var það pólitíkin. Þannig að ég á ekki þessa æskuminningu alveg sjálfur, en það kom til mín einu svona maður sem hafði orðið vitni að því þegar ég var svona, hef verið kannski eitthvað 6-7 ára, og ég hefði oft auðvitað séð pabba mín undirbúa fundi og sitja á sig bindi og velvita upp einhverjar ræður, og þannig að einn daginn hafði ég mitt sest bara í ritvélina og svona slegið inn einhverja stafi og tók svo bindi og hnýtt hálsinn á mér og labbaði út í kjörbúðina sem voru út á horni og til Ólafs kaupmanns og mætti þar á funda, því að ég vissi svo mikið hvernig fundi voru bara, en ég hef bara séð pabba fara út með þessum hætti. Og hann sagðist að hann hafi séð mig þannig að þetta litli rauðhærði strákur allt í einu mætti hann með blað og bindi alltaf að fara á fund, sko. Þannig að ég vildi óska að geta sagt, sko, en ég hef aldrei dottið það í hug og ég ætlaði að verða fótboltastjarna eða eitthvað annað. Það var ekki alveg þannig. Ég hafði alltaf hugsað þetta þegar ég var krakki, sko. Þannig að þetta var ekki einhvern veginn eins og þetta væri draumur hjá manni eitthvað svoleiðis, heldur bara að þetta var það sem að áhugi minn svona beintist að, sko. Hvort að það var heilbrigt, ég veit það sé alveg sérstaklega heilbrigt, sko, en allan hann var það, þannig að ég hefði alltaf hugsað þetta, og það sem gerist þá að svona það val, þau ert að velja hluti svona í hvernig nám þú ferð og svona hvert þú beinir kröftuðinum, að þá ef þú beinir þeim þá í þessa átt og það svona allt í svona þokkalega lagi með þig, að þá þetta bara svona ítistu í þessa áttina. Bara ef ég hefði eitt mínum kröftum í eitthvað allt annað, þá hefði þetta að fara að gera eitthvað allt annað. Þannig að það eins og það sko. Ég kannski sjálfur sér, sko, þá það nú eitt kostur af því að búa í landi svo Íslandi, að það þetta tækifæri sem þú hefur. Þú hefur tækifæri til þess að finna kröftuðinu viðnám í því sem þú hefur áhuga á. Það svo æðislegt, einmitt í frjálsum og opnum samfélögum. Og fyrir Sjálfstæðisflokkinn og okkar hugmyndafræði, það einmitt þetta að tryggja það að sem flesti geti fundið kröftu sínu viðnám í þeir sem þau hafa áhuga á. Til að ná árangur hlutum þá þarftu það. En hamingjan mitt felst í þessu, að geta gert þetta. Þannig að það auðvitað í kjarnanum í sjálfstæðisstefnunni akkúrat þessi hugsun. Svo ferðu í prófkjör. Já, svo fer ég í prófkjör eftir tíman hjá Davíð, þá fer ég í prófkjör, þannig að ég fer inn á þingið 2007 og prófkjör eru náttúrulega svolítið merkilegt fyrirbæri, sko. Það mjög áhugaverð svona, hvað segja, það alltaf þetta debat bæði inn í okkar flokki og víðar á að vera prófkjör eða á að vera einhver uppstilling og svona niðurstaðan hefur orðið svo að menn svona blandi þessu svolítið saman. Ég mjög prófkjörsmegin í umræðinni. Ég tel að það sé betra fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa prófkjör út af tvennu. Prófkjör eru til þess fallin að vekja athygli á frambjóðendunum og athygli á flokknum. Hann fer í umræðu, þeir sem eru að bjóða sig fram, þeir leggja sig fram það að koma sínum sjónarmiðum og sjónarmiðum af flokksins á framfæri í prófkjörsbaráttunni. Það skiptir máli, en það líka það að við sjáum í prófkjörunum svolítið svona úr hverju frambjóðendur eru gerðir. Geta fengið til liðs við sig, fólk til að vinna fyrir sig og vinna með sér í prófkjörsbaráttu, geta einhvern veginn hagað sínu málflutningi þannig þegar við fylgjumst með þeim í fjölmiðlum og annars staðar. Við hugsum með okkur sem kjósendur í prófkjöri, það einhver einstaklingur sem að ég treysti til þess að vera fulltrúi flokksins okkar á þingi eða í sveitarstjórn. Ég held að þetta sé miklu betra heldur en þó að sé ágætt fólk sem situr einhvers staðar á nefndarfundi einhverja nafnalista og að reyna að raða einhver. Ég held að villuhættan í því sé meiri heldur en í prófkjörunum. Prófkjörun ekki gallalaus, ég alveg klárað því. En ég held að þau séu svona betur til þess fallin að laða fram talent og ég held að þau séu lýðræðislegri. Þannig að þú þarft þá ekki að vera vinur flokksforystunar, svo má segja, til þess að komast áfram. Og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn, og kannski það sé ekki alltaf nauðsynlegt, en ég held að það að vera svona frekar meginreglan heldur en hitt. Það bara svona mín skoðun. En ég veit alveg að það eru fleiri skoðanir á þessum máli. En allan hef ég nálgast af þannig. Þannig að mér fannst prófkjör skemmtileg. Auðvitað erfitt stundum að vera að keppa móti sínum félögum. En í flokki eins og Sjálfstæðisflokknum, þá einmitt held ég að það eigi að vera auðveldara heldur en víðast hvar annars staðar, því að við deilum held ég miklu betur svona sameiginlegri sýn, þó við séum ólík og höfum ólíka bakgrunn, ólíkir einstaklingar, þá miklu fleira sem samin okkur sem sjálfstæðismenn, heldur en ég sé oft í öðrum flokkum. Ég held að það miklu svona heilstiftari nálgun á samfélagsmálin sem að fylgir þessari hugsunum hinn
svona frelsið og frjálsan markað og hver afskipti ríkisvaldsins eiga að vera og svo framvegis. Þetta bindur okkur það vel saman tel ég að við þolum vel prófkjör og uppgjör þar. Ég held að við þolum kannski síður svona, hvað sé reykfyllt lokuð bakherbyggi, það sem maður teknar ákvörðun um það hverjir eiga að vera í framboði fyrir flokk. Ég held að það sé svona eiginlega svolítið í okkar DNA að virða einmitt það að fólk keppi og það sé síðan bara samkeppnin sem að ráði því hvernig það endar. Þegar þú varst menntamálaráðherra, hvernig svona út frá hugmyndafræði þannig? Hvernig... Já, einmitt, það er stórt spurt sko. Það er auðvitað þannig á Íslandi, það er svona í það heila ekki mikil hugmyndafræðilega átök menntun. Það hluta til held ég að sé vegna þess að það er erfitt að koma sko allstaðar við í landinu til dæmis hugmyndunum einkaskóla, það er flókið. Það er hægt meira heldur við gerum, en í það heila þá held ég að það sé svona tiltölulega mikil samstaða ákvörðun skólastiginu, framhaldsskólastiginu, það fyrirkomulag sem við höfum svona í það heila. Ég held þó að við myndum hagnast á því öll ef að það væri meira, við höfum fleiri sjálfstætt rekna skóla, sérstaklega á grunnskólastiginu. Það væri fleiri valkostir fyrir fólk og við sjáum þetta á leikskólastiginu, þar höfum við stóran hluta barna í sjálfstætt reknum leikskólum, Hjallastefnan, sérstaklega. Þannig að, já, ég held að sko, hugmyndafræðilega þá held ég að það sé, það er auðvitað svona þátturinn í þessu, en ég held að það sé mjög rík samstæð það að við viljum hafa menntakerfi sem er opið öllum með jafnan aðgang og svo framvegis. Það er meira bara þessi spurningum hvernig við gerum það. Ég myndi ekki segja að ég hefði farið inn í menntamálaráðuneytið með svona, hvað segja, mjög stóra hugmyndafræðilega nálgun. Það sem blasti við mér þegar ég kom þangað inn voru málefni sem meðan snýru að framhaldsskólanum, tónlistarmenntun í landinu, en framhaldsskólinn á stórun hluta, eins á háskólastiginu. Þetta voru svona þættirnir sem maður var að horfa á í menntamálaráðuneytinu og svo auðvitað í grunnskólanum hvað var það bara svona árangur, það er að læsi og kunnátta í stærðfræði og þessum fögum. Þannig að ég myndi svona nefna þessa þætti sem að helst og voru svona á borðinu hjá mér og þeir eru svolítið, það er svolítið ákveðið svona praktík í þeim. Og það er ekki stórar hugmyndafræðilega deilur það hvernig á að kenna lestur. Það eru deilur, en það eru ekki pólitískt hugmyndafræðilega. Sko. Á að nota aðferðafræði byrjandalæsis eða hefðbundna sko, hljóðkennslu, eins og við lærðum og svo framvegis. Sko, það er einhver svoleiðis svona tæknilegar umræður. Eins er það með framhaldsskólan, á hann að vera 4 ár, eða á hann að vera 6 ár, eða á hann að vera 3 ár. Við vorum svona de facto með hálfpartið með 6 ára framhaldsskóla. Af hverju er það? Já, sko, ef við hugsaðum framhaldsskólakerfið á Íslandi, bara einmitt árið 2014, maður skoðaði bara opinber gögn það. Þá sátum við eiginlega á botninum í OECD á OECD-ríkjunum á mörgum mælikvörðum. Fyrsta lagi voru við eina landið í OECD sem tók 14 ár að undirbúa barn þar sem færi gegnum grunnskóla og framhaldsskóla. Helmingurinn á OECD-ríkjunum leysti þetta verkefni á 13 árum og hinn helmingurinn á 12. Þannig að okkar stúdentar, við vorum með kerfi sem bara tók lengri tíma, 4 ára framhaldsskóla, þegar langflestir voru í 3 ára kerfi. En á sama tíma þá voru við sem sagt með það kerfi á framhaldsskólastiginu það sem á brottfallið var mest, það var flestir sem dutt út náminu, en það sem var eiginlega jafnvel verra var það námsframvindan, það sé að hversu margir af hverjum árgangi klára námið sitt á tilsettum tíma, þar sátum við bara kyrfilega á botninum. Og sem dæmi sko, þá var það þannig að í Danmörku á þessum tíma, þetta nú svolítið eftir minni en ég held ég hafi þetta rétt eftir, í Danmörku var það þannig að 60% af nemendunum kláruðu framhaldsskólann 19 ára aldri, það sé á 3 árum eins og til var ætlað. Við náðum þessu 60% marki þegar krakkarnir okkar voru 22 ára. Þannig að þegar ég segi sko framhaldsskólinn var næstu eins og 6 ár, þá er ég að vísa til þess. Og það sem að mér fannst þá bara blasa við, að ef þú ert með kerfi sem að skilar yfir langan tíma bara alltaf sömu niðurstöðunni og hún er alltaf alveg vonlaus, þá er það ekki vegna þess að það er eitthvað að kerfinu, kerfið er bara. Þú bara býr til kerfi og þetta er niðurstöðan. Og þá þarf það að fara að spyrja þig, heyrðu,
það alveg örugglega, erum við að gera rétt með því að hafa þetta svona. Þannig að það var eitt af stóru verkefnum sem var það að ráðast í undirbúning á því að fara úr 4 ára kerfi yfir í 3 ára kerfi sem hafði verið á teikniborðinu í næstu því 30 ár á undan. Það hefði bara aldrei tekist að klára þetta gagnvart kennurunum og verkefnisfélögunum þeirra. Annars vegar og hins vegar svona pólitískt bara, þetta hefði alltaf strandað allar tilraunir í þessa átt. Okkur tókst að gera breytingar í kjarasamningum gagnvart kennurunum að lengja skólaárið og svona opna það betur, afnema skilin á milli prófa og kennslutíma og svona þættir. Við gerðum það verkum að við gátum tæknilega ráðist í þetta verkefni. Og það var náttúrulega mjög mikil undirbúningur í þetta og mikil vinna sem fór í þetta. Ég fór landið, ég held ég hafi haldið einhverja 32-33 opna fundi bara næstu í öllum þéttbýlisstjórnum landsins. Það sem að ég var að kynna þessar hugmyndir ásamt því sem að við vorum að ræða varðandi læsi. Þess að það sem að maður blasti við að krakkar sem að ná ekki tökum á lestri þegar þau komu upp úr grunnskóla, þeim mun ekki farnast vel í framhaldsskóla. Þannig það bara. Þannig að það þurfti að laga gæðin í grunnskólanum og svo endurskipuleggja fyrirkomulagið í framhaldsskólanum. Ég teki eftir því að það er verið að koma einmitt opinber gögn núna svona það sem að menn geta fann að líta á niðurstöðuna varðandi framhaldsskólann. Og það sem að blasir nú við og svolítið merkilegt út af þeirri umræðu sem hefur verið mitt nýlega þau mál sem blasir við það að námsframvinda hefur batnað mjög mikið og við erum að ná bara núna á svipan stað eins og Danirnir voru á, að við erum að ná að klára upp undir 60% af nemendunum á réttum tíma sem alveg gríðarleg breyting frá því sem var. Brottfallið hefur minnkað, það er síðan eftir COVID og allt það, þá gerðu breytingar þar einhverjar og aftur á uppleið að hluta til hjá strákunum, en heildarbrottfallið hefur minnkað klárlega og gerði það strax í kjölfarið þessum breytingum. Og síðan virðast nú rannsóknir benda til þess að það sé ekki hægt að koma þar niðurstöðu og það sé einhver stóra breytingar á einhverjum í háskóla. Þar að leiðandi held ég að maður getur nú sagt að þessi breyting þegar uppi staðið virðist hafa gengið ágætlega eftir. Hluti af því að því það fækkaði nemendum á framhaldsskólastiginu en við héldum fjármagninu áfram inni sem gerir það verkum að við höfum meira fjármagn hvern nemenda þannig að það var betur hægt að styðja við nemendunar með alls konar þjónustu sem þarf að vera til staðar fyrir þetta skólastig, skólasálfræðingar og annað slíkt. Þannig að ég held að við fengjum betra skólakerfi. Þetta tekur tíma fyrir kerfið að aðlagast þessu, endurskipuleggja námsbrautir og nálgun, námsfyrirkomulag, prófafyrirkomulag og allt þetta. Þetta tekur allt sinn tíma. En ég held að sé engin ástæða til að ætla það að við Íslendingar þurfum okkar börn eitthvað miklu lengri tíma til þess að undirbúa háskólanám heldur en gerist í kringum okkur. Auðvitað geta menn talið dagan og sagt þetta svona margir dagar, hins margir dagar. Ég held að svona stórt sé að það sem að helmingurinn og OECD á Londonum notar 12 ár til þessa undirbúnings. Við erum í 13, vorum áður 1 í 14. Ég held að þegar upp staðið þá held ég að það sem skiptir mestu máli er það ef að námsframvindan er góð, ungmenn hafa áhuga á náminu, þá held ég að það sé það sem vegið þyngst hvað var það síðan gæðin á þessu aldursstigi. Hitt síðan og bara svo ég hef alveg bara buni gegnum það. Hitt síðan sem er náttúrulega risastórt mál sem er gæðin í grunnskólanum og lestur. Fyrir mér var þetta alveg óskaplega mikilvægt mál og það er út af mörgu. En ég vegna þess að ef að krakkar ná ekki tökum á læsi þá lokar svo mikið fyrir þeim. Það er svo mörg tækifæri sem lokar. Og málið grunnskólinn er eiginlega stóra jöfnunartækið okkar samfélagi. Við viljum samfélag jafnra tækifæra. Við erum ekki að segja útkomunar eiga að vera það sömu. Það verður hver og einn síðan Guð og lukkan og allt það og hæfileikar hvers og eins að ráða því hvernig útkoma verður. En við viljum samfélag sem býður upp á sömu tækifæri þannig að börn efnafólksins og börn þeirra sem minna hafi sömu stöðu þegar þau koma út í lífið. Hvað varðar menntunina sem er grundvöllur svo mikils og svo margs í okkar samfélagi. Auðvitað er ekkert sem kemur í staðinn fyrir ástríkt og gott uppeldi og auðvitað eiga börn sem koma frá heimilum þar sem vel er hugsað þau miklu betur tækifæri heldur en ekki.
en skólinn getur gert ofboðslega mikið gagn til jöfnunar. Ég held að þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli hvernig gengur í grunnskólanum út af þessu prinsippi. Og ég held þess vegna að við eigum að ræða, og stjórnmálamennir eiga að ræða ekki bara þá fjármuni sem fara inn í skólana, þetta líka hvað gerist þar og hver útkoman og ekki bara hvernig við nýtum peningana. Ég held að leið fyrir að ræða það þannig, þá missur raunverulega að kjarna málsins. Og hvort við setjum 1 milljarð meira að minna í skólakerfið, ég held að það sé ekki það sem skiptir máli til langs tíma fyrir þjóðina. Annars vegar þetta og hins vegar ætla ég að segja, það er nú oft talað um það að skólakerfið menn svona heyra sérstaklega svona fólkið minni kynslóð aðeins eldra. Maður talar um skólakerfið og segir þetta var alltaf miklu betur hérna áður fyrr. Og segja stúdentsprófið ekki lengur það sem það var og svo framvegis og framvegis. Ég held að þetta sé svolítið skrítin umræða. Hún skrítin vegna þess að, eða svona hún horfir ekki til þess að þegar kynslóð foreldra minna fór í framhaldsskóla, þá voru það 10% af hverjum árgangi sem fór í framhaldsskóla. Og hvað 10% voru þetta? Þetta voru 10% sem fóru gegnum landsprófið með hæstu einkunnina. Gekk best. Þetta voru svona námsmennir sem pössuðu akkurat í þennan kassa sem skólakerfið var. Ef þú passaðir ekki í þennan kassa, þá svona eiginlega varstu kvaddur svona án mikillar fyrirhafna, bara kemur ekki í kerfinu við. Og þessi 10%. Og maður sjáðu hvað það var góður skóli, hann lærðu öll að beygja afturbak og áfram latínu og allt þetta. Skólakerfið, framhaldsskólakerfið sem við búum við núna, tekur á móti yfir 90% af hverjum ár. Auðvitað verður þetta gerólík skólakerfi og ekkert samanburða hæf. En ég alveg klár á því, ef þú tekur 10% efstu nemendum þetta og berða saman við þessi 10% sem voru kynslóð foreldra minna, þessi 10% núna eru betur menntuð, betur þjálfuð og betur undirbúin. Munurinn bara þessi að við erum með kerfi sem tekur á móti öllum og við erum að reyna að mæta krökkunum á þeirra forsendum, þeirra styrkleikum, þeirra hæfileikum, en ekki bara segja þeir sem eru allra bestir í því að lesa, leggja á minnið og skrifa og reikna og markvalda, við viljum bara kenna þeim. Það er stóra breyting. Þannig að ég held að mér finnst svolítið leitt að heyra stundum hvernig þið tala skólakerfið finnst mér svolítið litlum skilningi hvað þetta varðar. Það gerir það ekki verkum að þau þurfi ekki að læra að lesa og það skiptir ekki máli að ná í tökum á svona ákveðinni grunnfærni. Við megum heldur ekki í þeirri umræðu tala niður allt því góða sem gert síðan á sama tíma í skólanum. Mér finnst stundum svona örla á því. En nú ég farin að tala aftur bara eins og menntamálaráðherra. En þetta var auðvitað málaflokkur sem ég hafði ofboðslegan áhuga á. Já. Og þetta að hluta til, pabbi minn var skólastjóri og mamma mín var kennari og ég kendi þegar ég kláraði menntaskólann, ég kendi eitt betur og ég held að allavega mínum 3 systkinum 2 þeirra hafa kent eitthvað Kona mín kennari. Þannig að ég hef svona lifað og hræst í þessu umhverfi og ég hef bara verulega áhuga á því. Og ég held að þetta skipti ofboðslega miklu máli fyrir samfélög, hvernig þau þróast, hversu vel okkur tekst að mennta ungt fólk. Og þá í víðasta skilningi þessu orð. Þegar þú lítur tilbaka á ráðherratíðina, er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi eða leggja meiri áherslu á að ná fram? Ábyggilega ýmislegt. Já, ég var að hugsa bara hérna á leiðinni, ef þessi spurning kemur nú, hvernig ætlaði nú að svara þessu, Ég held að eitt af því sem ég hefði kannski vilja allan að byrja á fyrr, voru breytingar á lánasjóði íslenskra námsmanna. Mér fannst þegar ég fór að setja mig betur inn í það mál, ég hefði ekkert hugsað lánasjóðin frá því ég var bara í stúdentapólitíkinni, þá var maður vel inn í þessu, svo fer maður auðvitað bara að gera alls konar hluti, en svo kemur aftur hann inn í ráðuneytið og þá fer maður að hugsa þetta. Og það sem blasti við manni var það að það voru auðvitað mjög mikli styrkir í gamla kerfinu. Það sé að ríkið lánar út ákveðna upphæð en fær bara miklu minna tilbaka. Mismunun styrkur. Og þá spurningin, hvernig sá styrkur dreifðist, hverjir fengu styrkin? Og það kerfi var náttúrulega mjög ógagnsætt og ekkert kannski endilega réttlátt og klárlega ekki þannig að á Alþingi hefði verið rætt nákvæmlega, til hvers viljum við að styrkurinn sé, hverjir eiga að fá hann og af hverju. Heldur var þetta bara þannig að svona kerfið var þarna, búið að vera svona óbreytt í langa tíma og þetta bara svona rúllaði. Og ég hugsaði með mér, mér finnst skynsamlegra þá að reyna að afmarka og segja þessi styrkur, þessi sem að felst í mismun og því sem að greitt tilbaka og því sem er lánað út, reyna að taka þann hluta og reyna þá að gera hann gagnsæjan, það sé hvernig hann er ákveðinn og hvert það rennur og það sé þá að taka ákvörðunum upp hans líka ef menn vilja hækka, þá sé þetta að gera það eða lækka eftir aðtökum, hvernig sem er.
Þetta, við lögðum heilmikla vinn í þetta, en ég hefði viljað byrja á henni eiginlega, ég hefði þurft að byrja á þessu bara strax. Það leið alveg 1 ár, rúmlega áður en við virkilega fórum að stað í þessa vinnu. Það var ekki að því að við varum ekki fulli inni að vinna í lánasjóðum, en það var bara svo margt annars sem þurfti að gera þar á undan innan lánasjóðsins. Ég fékk mjög góðan mann til þess að veita forystu fyrir sjóðinn, sko. Jónas Friðrik Jónsson tók við sem stjórnarformaður og síðan var nýr framkvæmdastjóri Hrafnhildur. Bæði stóðu sig mjög vel í þessu og gott að vinna með þeim. En eins og þú veist, það mál kláraðist ekki. Það náttúrulega ríkisstjórnin út á Sotlu sprakk. Og þannig að við hefðum þurft nokkra mánuði viðbótin í þinginu. Þetta svona dæmi eitt mál sem ég hefði gjarnan viljað ná í gegn, en náði ekki. Síðan náttúrulega eftir því sem tíminn hefur liðið, ég var kannski ekki alveg þarna á þeim tíma, en ég hef auðvitað velt mikið fyrir mér málefni Ríkisútvarpsins. Ég setti, held ég þegar var svona ár eftir hjá mér, þá setti ég á stað vinnu nefnd sem að hefði það verkefni sem Eyþór Arnalds leiddi að skoða rekstur Ríkisútvarpsins. Og það voru nú ekki allir alveg hamingjusöm með það að það væri gert. Það var ekki alveg húrraróp í kringu það saman. En það kom áhugaverð skýrsla út úr þeirri vinnu og í framhaldið setti ég á stað áframhaldandi vinnu varðandi hvernig ætti þá að huga að stöðu sjálfstæðu fjölmiðlanna. Ég held að ég hef alveg verið svolítið innan gæsalappa sekur það að hafa svolítið gamla sýn á Ríkisútvarpið. Ég var alltaf þeirra skoðunar að Ríkisútvarpið verið nauðsynlegt út frá menningarlegu hlutverki. Það skipti máli fyrir íslenska þjóð að það væri svona þessi tegund af Rás 1. Þáttagerð í sjónvarpi íslenska menningu, sögu, gluggi út í heiminn og allt þetta. Þetta skipti allt máli fyrir okkur og væri erfitt margt að því fyrir einkarekna fjölmiðla í litlu markaðsumhverfi að sinna. Þannig að það var svona mín nálgun á þessa stofnun. Svona eftir á að hyggja, þá held ég að ég hafi verið aðeins of gamaldags hvað það var þar. Ég hefði átt að hugsa aðeins meira, finnst mér, og þetta kannski finnst öllum eins og þeir hugsa betur núna heldur en hugsa áður. En ég hef orðið hrifnar af hugmyndinni raunverulega menningarsjóð. Það er að segja að taka raunverulega bara það fjármagn sem við setjum til Ríkisútvarpsins og endurskoða það svolítið hvernig við náum þeim markmiðum sem við setjum okkur varðandi stuðning við íslenska menningu og hvernig við náum því best fram. Því að afþreyingar þáttur, hann náttúrulega orðin þannig að þú bara í símanum þínum, hvort sem þú ert nú á með Netflix eða við sem erum með yngri krakka Disney Channel, hvað þetta allt saman. Það er endalaust framboð af því. Það er engum að leiðast ef að fólk ætlar að yfirvinna leiða með því að horfa eitthvað sjónvarpsefni. En það er spurningin mitt þetta sameiginlega, þetta sem að enginn okkur sem þjóð og skiptir máli hér í okkar samfélagi, hvernig við getum hlúðað því. Og það er ekkert sjálfgefið núna í ljósi tæknibreytinga og aukins framboðs og svo framvegis að þetta sé besta leiðin sem við erum að fara. Þannig að ég til dæmis kemur aftur á þessu hvað ég vil gera öðruvísi. Ég hefði viljað komast fara aðeins fyrr líka í þessa vinnu í kringum Ríkisútvarpið. Hún auðvitað pólitískt alltaf svolítið flókin, því að leið og fer að tala um þetta, þá bara gerist svolítið. Fréttirnar fara að líta þessu öðruvísi út þau og svo framvegis. Af því að kerfin, hvort sem Ríkisútvarpið eða eitthvað annað, þau verja sig alltaf, það er eðlilega. Það er ekki að því að það sé vont fólk vera þarna inni, heldur bara svona virka kerfi. En ég held að það sé að myndast að muni gera bara út af tæknibreytingunum, þá mun þessi þróun halda áfram frá hinu línulega yfir í einmitt bara þessar efnisveitur og við munum á einhverjum tímapunkti standa frammi fyrir mjög svo þessari spurningu, er ekki einhvern veginn sem getur gert þetta betur, nýtt þessa fjármuni betur, gert meira úr þeim, heldur en akkurat í þessu forhóli sem við erum með þarna. Síðan auðvitað er alltaf svona viðkvæma umræðan fréttastofuna. Það er rosalega erfitt að ræða fréttastofuna því að við verðum öll svo partísk.
Í stundu einhvern tímann lýsti ég þannig, sko, ef þú horfa á fréttastofu Ríkisútvarpsins og ert í stjórnmálum, þá ertu svona jafn æstur yfir þeim, svona svipað eins og þú ert að horfa á handboltaleik með dómarann. Dómarinn í handboltaleik, ef þú heldur með liðinu, alltaf ruglaður og bara næstu því alltaf því kriminal, sko. Ef þú hefur ekki áhuga á þessum handboltaleik og styður hvorugt liðið, þá tekur ekkert voða mikið eftir dómaranum. Ég held stundum með þessa blessuðu fréttastofu Ríkisútvarpsins að það sé þannig. Ég reyndar, mér finnst þeir vera sko nokkuð oflangt í vinstri og þeir eru ekkert eina ríkisfréttastofan sem þannig. Þetta sama umræðin eins og í Bretlandi og svo framvegis. Ég held stundum með sjálfum mig að þegar ég horfa á þetta og verka sjálfur fókvondur yfir einhverjum fréttum og einhverjum svona teiki að ég stundum reyna að minna mig á það. Ég sé svolítið að því ég held auðvitað með annarri hliðinni og maður þarf auðvitað að reyna faktor á það inn og svona reyna að halda einhverju andlegu jafnvægi í þessari umræðu. En eftir stendur bara svolítið áhugaverð spurning. Í nútíma samfélögum eðlilegt að ríkið reki fréttastofu. Það bara áhugaverð, svona, kannski ekki filosófísk spurning, en hún áhugaverð samfélagsleg spurning. Það þannig að við getum ekki treyst öðrum fyrir því að veita okkur fréttirnar, aðgengja þeim innlendum og erlendum og vera einhvers konar grundvöllur fyrir samræðu í samfélaginu nema að ríki komið þar. Og ég held að það munur nú svona út af einmitt öllum þessum tæknibreytingum þegar næstu bara allir ömmur þeirra geta haldið út í podcasti einhvern veginn og búið til umræðu vettvang og hafa rödd og allt þetta að svona það fyrirkomulag sem við byggum til hérna upp úr 1930 með útvarp og svo hvað 66 þegar sjónvarpið kemur sem í grundvallaratriðum hefur ekkert breyst. Ég held að bara tæknibreytingarnar munu gera þetta allt saman einhvern veginn hálf undarlegt. En sko en varðandi Ríkisútvarpið, það sem að gerði það auðvitað verkum svolítið að svona ég var að hugsa mikilvægi þess á þessum árum og svo sem enn snýra þessu sameiginlega og sameinandi í samfélaginu og þar auðvitað ég ekki að tala um fréttirnar því að ég held að það séu í eðli sínu meira sundrandi en það íslensk saga, íslensk menning, íslensk mál. Þetta skiptir máli ekki bara á titildögum og til skraut heldur þetta kjarni þess að til að geta látið lýðræðið virka í samfélagi þá þarf að vera nægilega mikið sameiginlegt til þess að við getum tekið sameiginlegar ákvarðanir, geta haft sameiginleg viðmið og skili hvort annað í samtali og það sem meira að við sættum okkur við það til dæmis að tapa kosningum, þar að segja að þeir sem að sigra kosningarnar eiga bara nægilega mikið sameiginlegt með okkur að það alveg hægt að lifa við þeirra stjórn. Ef að við þróumst í gagnstæða átt og ef að skautunum alltaf meira og meiri og minna sem við eigum sameiginlegt þá grefur það undan lýðræðinu. Þannig þegar menn hafa áhyggjur á skautum til dæmis, þá það ekki bara því að okkur finnst leiðilegt að hlusta á fólk tala illa um hvort annað, það hefur áhrif á lýðræðið. Þannig að ég hef mikla trú á því og það skiptir máli hvernig staðið að menningarstarfsemi, stuðningi við menningu, ekki bara sem einhvers konar afþreyingu, held ég að þetta hafi mikilvægt lýðræðislegt gildi til þess að hlúa þennu sameiginlega. Og ég hef lítið svo á að til dæmis ein af svona röksemdafærslunum fyrir einhverjum sameiginlegum miðli hafi verið þetta. En það ekki þar með sagt að það fyrirkomulag sem við höfum núna í dag varðandi rekstur Ríkisútvarpsins sé endilega það sem akkurat að ná fram sem best þessum markmiðum og mér finnst skipta máli að það sé opin umræða þetta. Við séum að ræða þetta meðal annars út frá þessum forsendum og svo auðvitað líka sem auðvitað skiptir svo miklu máli sem svo svigrúm frjálsra fjölmiðla, annarra fjölmiðla. Ég meina, það alveg augljóst að það hefur grafið mjög undan frjálsum fjölmiðlum í landinu, bæði út af fyrirferð Ríkisútvarpsins og svo annarra miðla sem inn á markaðinum. Og ég held að ég vona að það náist nú fram þær breytingar að Ríkisútvarpið fari af auglýsingamarkaði. Ég held að það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það skiptir máli í löndunum í kringum okkur sem eru sko miklu stærri markaði en eru með svona fyrirbæri. Sem að halda þá sínum Ríkisútvarpum frá markaði, þá sko skiptir það ennþá meira máli hér. Og ég gef ekki neitt fyrir þau rök sko að þetta komi niður á illa einhverju sem að auglýsa. Mér finnst það bara ekki skipta neinu máli. Þetta miklu starra mál heldur það hvort að þegar menn að selja gallabuxur eða eitthvað að það þeir þurfa að hafa hinn og þessa miðla. Sko. Það bara eiginlega þér að segja kæmi mér ekkert við. Sko. Það sem kemur mér við sko, staða fjölmiðluna. Auðvitað myndi maður segja á móti að það bara minnka auglýsingarnar í það heila, já, en prinsipið skiptir þetta svolítið máli, það bara reynda mjög miklu,
En klárlega með því að ríkisútvarpið færi á auglýsingamarkað þá myndi meira verða til skiptana fyrir frjálsu fjölmiðlana. Ég held að það sé engin sem deilum það og það er það sem að lokum skiptir máli. Þú talar skautun og að fólk þurfa að geta sætt sig við niðurstöðu kosninga. Er þetta nýtilkomið? Það virðist ekki alveg. Sko, já og nei. Já. Sko, ef þú skoða nú bara Evrópusöguna, þá þekkjum við það er aftur á 4. áratuginn síðustu aldar að þar náttúrulega verður skautunin svona mikil. Vantraust á stjórnmálamönnum, popúlisminn, þessi uppstilling á stjórnmálaumræðunni, þar sem að hinn popúlíska orðræða, sem að stundum finnst mér, og þegar maður tala popúlisma hérna á Íslandi, þá eins og sagt sé næstu því, og ég ætla að leyfa mér svona aðeins ýkja, ef að Sigmundur Davíð segir það, þá lítur að vera popúlismi. Eða ef að einhver svona nálgun, sko. Auðvitað er þetta tómvitleysa. Það sem að popúlismin eða í það minnst eins og ég hef skilið hann, þess vegna leyfi mér að segja þetta tómvitleysa, en sko eins og ég hef skilið hann, þá er þetta þannig að þú stillir stjórnmálaandstæðingnum þínum upp með ákveðnum hætti. Andstæðingurinn, það eru annars vegar öfl sem hafa svikið þjóðina, stolið frá henni, gert eitthvað hræðilegt gagnvart þjóðinni og síðan þeir stjórnmálamenn, embættismenn og aðrir sem að styðja við þessa gjörð. Það er svona þessi óvinir þjóðarinnar og svo eru það þá við popúlistarnir hinum megin sem erum hrein og góð og stillum okkur upp sem talsmenn þjóðarinnar. Það er svona þessi uppstilling, þannig að í raun og veru í popúlískri orðræðu þá þarf ekki að hlusta á það sem andstæðingurinn segir, bara eins og með Trump þegar hann segir bara lock her up, sko, bara læsi hann inni, akkur ætla að fara að debatera við hana einhverja svona dítela einhverja viðskiptasamninga eða eitthvað svoleiðis, hún á bara að vera í fangelsi. Þú veist, akkur gengur laus, hún er bara gjörspilt, Hillary Clinton er bara spilt í fangelsi með hana. Þetta er svona þessi popúlíska orðræða og þú tekur eftir henni hérna á landi til dæmis í umræðum sjávarútveginn. Það er alveg sláandi hvernig sú umræða hefur þróast með nákvæmlega þessum hætti. Öðrum megin eru sem sagt einhverjir sem að stála einhverju frá þjóðinni, stjórnmálamenn sem styðja þann þjófnað, tala fyrir honum sem eru þá augljóslega handbendi þessa ásamt einhverjum spiltum embættismannum sem að stuðla að þessum. Hinum megin eru fulltrúar þjóðarinnar sem segja að við erum almannahagsmuni gegn sérhagsmunum. Þetta er auðvitað popúlísk orðræða, þessu er stilt upp með þessum hætti. Í staðan fyrir að við séum að ræða og ég myndi treysta mér mjög vel og treysti mér mjög vel við að rökstyðja það að fyrirkomulagið sem við höfum í fiskveiðum er ekki bara almennt gott fyrir efnahagslífið, heldur er það gott fyrir almenning og þetta er besta kerfi sem getum haft fyrir almenning. Ég get haldið fram og heldið fram að þetta sé sko siðferðislega rétt kerfi og það sé sko hafi heimspekilega mjög sterkan grunn og svo framvegis. En þessi umræða fer ekkert fram að því að hún er komin ofan í popúlísk hjólför. Það sem er bara þeir sem að mæla með kvótakerfinu eru einhvern veginn siðferðislega vondir og hljóta að vera einhver staðar bundin einhverjum hagsmunum og hins vegar þeir sem eru þá bara siðferðislega góðir. Og þá er það bara spurningum gott og vont. Og í slíkri stöðu debatar ekki, sko, í slíkri stöðu fer ekki fram samtal. Ég held að þetta svona er partur af þessu það sem við missum sko vegna skautunar og popúlisma og svarið við þessu er auðvitað að reyna, eins og ég segja, að reyna að hlúa því sem er sameiginlegt. Og ég oft hugsað það, sko, að þegar Þorgeir ljósvetningagóði segir hérna fyrir rúmlega 1000 árum síðan að við verðum að hafa einn sið til að geta haft ein lög til að geta haldið friðinn. Þá er það einmitt þessi hugsun að þú verður að eiga nægilega mikið sameiginlegt til þess að lögin virki og samfélagið geti gengið fyrir sig. Og þetta hafi þetta verið rétt þá er það jafn rétt núna. Ég held að við þurfum að horfast í augu það að í lýðræði samfélagi verðum við að geta bæði skilið hvort annað, virkt hvort annað og átt nægilega mikið sameiginlegt til að geta tekið sameiginlega ákvarðanir. Ég hef stundum lýst þessu þannig og það hefur líka að gera með sko, hvernig við bara skiljum tungumálið og hvernig hugtök skipta máli. Því að hugtökin eru hluti af þessu sameiginlega arfi. Þannig að þegar við eigum samtal í lýðræðinu, þá þurfum við að geta vísað í hluti, geta rætt hluti sem hafa einhverja merkingu. Hættan mitt í popúlismanum er bara að hugtökin missi gildi sitt, missi merkinguna. Þannig að í raun og verður hugtökin frelsi fyrir að þýða eitthvað allt annað, heldur en að það raunverulega þýður. Og svo framvegis og framvegis. Þannig að ef við getum ekki tala saman þannig við skiljum hvort annað og höfum sameiginlega skilning á hugtökunum, þá verður rökræðan einskisvirði.
Þess vegna sko, mann þykir svo vænt íslenskuna því íslenskuna er svo ótrúlega skemmtilegt tungumál. Ef að ég segi sko, hún var drengur góður og fólk sem hefur komið til vits og ára veit hvaðan þessi tilvitnun kemur og veit að þegar maður vísar þessu til konu og segir hún var drengur góður, þá vita allir hvað átti við. En ef þú hefur engan bakgrunn í þessu, ef þú hefur aldrei lesið neina Íslendingasögu og aldrei velt þessu fyrir þér, þá þyrfti langa útskýringu til að útskýra hvað átti með þessu. Og það er engin tími fyrir langar útskýringar. Í opinberri umræðu þá gerist þetta tiltölulega hratt alls saman. Þannig að til þess að setningin hún var drengur góður giljist, þá þarf að vera einhver sameiginlegur skilningur á slíkri setningu. Þá hefur hún merkingu, þá gagnast hún okkur í opinberri umræðu. Og þetta er nú bara svona eitt dæmi, en það snýr aftur að þessu sameiginlegu. Ég svona á seinni árum hef farið að hugsa meira og meira út af þessari skautun. Já. En hvað segir efnahagsþróunina? Já, sko, Ísland er náttúrulega, við erum náttúrulega ótrúlega heppin þjóð í góðu landi. Ég held að tækifæri sem eru á Íslandi eru rosalega mikil. Þau öll bara meira og minna standa og falla með það hvernig okkur tekst að gera skipuleggju. Og meira segja að horfa tilbaka í Íslandssögunni. Og þá er eiginlega, þetta er svo oft svo grátleg lesning. Því maður sér auðvitað öll þessi tækifæri sem voru hérna áður. Þau voru bara blöstu við, eftir á hyggja, en okkur tókst ekki að nýta út af alls konar kerfislægum þáttum. Ef ég man rétt, sko, maður á ekki að reyna að rifja upp kveðskap sko, í útsetningu, en manns með Einar Ben þegar hann segir sko, sá guli utar og spyr hvað frakkinn fengið til hlutar og svo framvegis. Það er að segja að þessi herrkvötum það að við getum gert miklu meira úr auðlindum. Og Ísland er og verður auðlindadrifið hagkerfi og ég held að það sé í því að fólki stórkostlegt tækifæri. Því að svo hugsun að auðlindirnar séu einhvern veginn svona afmarkaðar og það sé bara takmarka sem hægt að fá út úr þeim. Maður sé stundum þessu umræðu. Það sé ekki gott að vera auðlindabyggt hagkerfi að þetta sé takmarkað. Sú umræða hvað varðar náttúrulega auðlindar er mjög raun. Og við sjáum það bara í því að eins og varðandi fiskveiðarnar, það eru þetta mikil verðmæti fólkin í fiskinum sjálfum og því að verka hann og selja sem matvæli. En það eru alls konar önnur starfsemi afleidd. Það sem að við tökum vísindi og tækni og beitum inn á auðlindina og síðan áfram inn í business og markað. Það sem við tækifæri til að búa til miklu meiri verðmæti heldur en raunverulega eru búin til bara varðandi fiskveiðarnar. Þannig að möguleika manna á að nýta fiskveiðu auðlindina eru ekki bara í höndum þeirra sem að búa við kvóta og eiga sóknarréttin á fiskin. Verðmætin sem fólkin eru í þessar auðlind eru miklu meiri og þau aftur myndi nýtast þegar mann tekst að nota vísindi, tækningu, beita því á þessu auðlind og uppgötva nýja hluti. Og það eru bara mjög nýleg dæmi í okkar hagkerfi. Þannig að ég held að maður getur verið mjög bjartsýnn á íslenska efnahagsmál hvað þetta varðar að ef við erum duglega að leggja áherslu á vísindi og rannsóknir annars vegar og hins vegar að við séum með gott kerfi í kringum auðlindanýtingu okkar og þá sé ég sem hægri maður, ég vil auðvitað séreign sem mest á þessu, þess vegna styðja kvótakerfið. Fyrir mér gengur það fullkomlega upp og það er þjóðin sem á fiskimiðin og fiskistofnana en það er séreign á nýtingunni, rétt eins og við Íslendingar eigum Ísland, en það er séreign bændana á nýtingu á þeim afmarkuðu jarðaskíkum sem þeir hafa. Það er ekki aðrir sem getur komið og slegið túnin og farið burt með grasið. Það er eins með sjávarútveginn, við eigum þetta allt saman en nýtingarrétturinn er í einkaeigu. Og ég held að það skiptir þess rosalega miklu máli framtíð okkar efnahagsmála að við búum vel og skynsamlega að auðlindanýtingunni. Að við nýtum okkur einmitt eignaréttar fyrirkomulagið, hvað varðar nýtingarétt. Með því að gera það, þá ýtum við undir fjárfestingar, þá ýtum við undir rannsóknir og það fólk taki áhættu og reyna að finna nýjar auðlindir. Því að auðlindir það er bara ekki til einhvers staðar niður í stjórnarráði listi yfir auðlindir á Íslandi. Auðlind verður ekki auðlind fyrir en einhver getur skapað úr henni auð og það gerist ekki sjálfkrafa. Og ég held reyndar að það sé ákveðið vandamál stundum vinstra megin er að því að fólk hefur bara öðruvísi bakgrunn og reynslu að það einhvern veginn lítið svo á að það sé sjálfgefið hvað er auðlind.
og ég stundum lýst í og hvernig það að fara í gegnum þá vinnu að gera búa til auðlind. Svona svipað eins og lappar inn í myrkvað herbergi. Þú veist að líklega teluru að einu vegnum sko einhver staður sem getur kveikt ljós. Það sé sko kveikjari. Og þú þarft að þreifa alla veggina því þú ert í myrkri. Þangað til loksins finnur þennan hnapp þarna og kveikir ljós. Svo lappar einhver inn í herbergið og segir já, ég sé alveg hvar kveikjarinn, hann þarna sko. Akkurat. Og það þetta að hafa einmitt farið inn í hið myrkvaða herbergi og leita þessu og finna lausnina sem að býr til auðlindina. Og ég held að margir hægri menni mitt þekkja þetta bara af eigin reynslu að það að stofna fyrirtæki og fara af stað, fara í þessa nýsköpun. Þetta eitthvað sem við held ég að margir úr okkar hópi gegnum áratugina þekkja ágætlega. Og átta sig þess að ná mikilvægi þess að það sé rétt umgjörð þessa hluti, það að segja að ef þér tekst þetta, sem ekki sjálfgefið, að þá njótur afrakstursins, annars muntu ekki leggja þetta á þig. Þú muntu ekki taka áhættunum með þína fjármuni, persónulega fjármuni og annara, nema þú getur notið þess. Og ef að sú hugsun fara að grípa sig að allar auðlindir og þær auðlindir þar með sem ekki búið uppgöta, það séu fyrirfram einhvern veginn eign ríkisins, þá mun það hafa áhrif á vilja manna til að fjárfesta og vilja fólk til þess að leita lausna til þess að gera lindina að auðlind. Því að lindin ein og sér, ef maður notar það þannig, hún býr ekki til auð. Og fiskur sem syndir í hafinu, hann hefur ekkert gagn nema þegar það er hægt að veiða hann með lægri tilkostnaði heldur hann hægt að fá fyrir hann á markaði. Það gerist ekki sjálfur. Þannig að mér hefur fundist svolítið svona umræðan auðlindanýtingu vera pínlítið komin á villigötur. Og maður sér þetta svona á ýmsum sviðum eins og maður svona þegar að fara að tala jafnvel að sko fiskarnir í fiskeldinu séu einhvern veginn þjóðareign sko. Sem að eru þetta alveg fráleit hugsun. Þannig að já, ég ætla að leyfa mér þetta bara að vona það að okkur takist að halda í skynsamlega kerfi varðandi hvatana til þess að leita að nýjum auðlindum og virkja þær. Þannig að á grundvelli þess getum við byggt upp mjög öflugt hagkerfi. Ég svona í hópi þeirra manna sem að hef ekki metnað þannig fyrir Ísland að til dæmis ferðamennska verði eina af okkar megin atvinnugreinum. Mér nú sýnst þegar ég horfi svona kringum í veröldinni að lönd þar sem að ferðaþjónustan stór hluti hagkerfanna, þau eru ekki rík. Það bara eiginlega næstu einkenni á þeim. Fast en í það minnst og ég ennþá veit ekki alveg með land sem að byggir mest allt þetta á ferðaþjónustu sem ríkt. Ég sé alveg, við sjáum það svona í löndum bara núna sem við Íslendingar erum að fara ofta, hvað sem Tenerife eða Mallorca eða hvað þessi staðir heita allt saman. Það sem bara almenningur á þessum stöðum að streitast gegn þessum atvinnugreinum. Með öðrum orðum og það hefur að gera með húsnæðisverð, umfram eftirspurn eftir húsnæði sem að gerir húsnæðið verð meira heldur en launastigið í raun og veru stendur undir í landinu. Ýmsir svona neikvæði þættir sem að skipta máli og þess vegna held ég að ferðaþjónustan sé ágætt með, en hún má ekki verða of umsvifamikil. Og reyndar tel ég að eitt af því sem þurfa að gerast, og ég veit að þeir sem eru í ferðaþjónustunni elska ekki þetta sem ég er að segja núna, en þetta alltaf í lagi, hvort hættur í pólitík, að ég held að við þurfum að fara í kerfi þar sem að við rukkum fyrir náttúruauðlindum. Mér finnst alveg fráleit að fólk komi hingað til Íslands til þess að skoða Gullfoss og Geysi og allt þetta án þess að borga fyrir það. Ég hef stundum lagt þetta jöfnu við það að ímyndaði ef að við sætum hérna þú og ég og við værum í stjórn Chicago Bulls, körfuboltafélagsins, við erum búin að ná okkur í Michael Jordan og við varum að velta fyrir okkur hvernig hefum að hafa business model í kringum Michael Jordan og við fengjum til okkar ráðgjafa sem að hefði unnið að ferðamálum í Íslandi, byrðum hann ráða og hann myndi segja við okkur, já þið verðið að hafa það þannig að þið verður að halda ókeypis inn í höllina. Til 20 sæti þið verður alltaf að hafa fulla höll. Af hverju? Því þá getið þið selt kaffi og kleinur og alls konar þjónustu inn og við getum jafnvel verið með skemmtiatriði í hálfleik og gert alls konar sniðugt. Og eðlilega myndum við spyrja, af hverju ætlum við ekki að selja inn, þetta er Michael Jordan, það vilja allir sjá hann. Já, en þú vilt geta selt þitt. Og þá kemur umræðan, já, þurfum við ekki svona betur borgandið kúnar en að fá meira? Svo er ekki með, jú, við getum gert það, selt humar og kampæn, í staðan fyrir kaffi og kleinur. En bara framleiðslukostnaður við humar og kampæn mjög hár, Með öðrum orðum, það sem skiptir máli að það sé borgað inn í höllina til þess að fólk geti horft á Michael Jordan af því að hann eftirsóknarverður og fólk til í að borga. Og það verður að vera sama með ferðaþjónustuna
þeir sem eru að koma hingað til að skoða íslenska náttúru, þeir verða að borga fyrir það. Það finnst mér sko. Þar með myndast kapital, þar með myndast meiri hagnaður, það verður færri ferðamenn, ég gerum alveg grein fyrir því. En markmiðið er ekki margir ferðamenn, markmiðið er hagnaður, markmiðið er kapital. Átta mig á því, þetta er ekki vinsæl skoðun, en ég held að til lengri tíma fyrir Ísland sé betra að gera það svona. Byggja meira á framleiðslu, orkunýtingunni, auðlindunum, framleiðslu nú þeim með vísindi og tækni, ferðaþjónustan mjög góð með, alveg frábær og fyrir ákveðin svæð á landinu gríðarlega mikilvæg. Ég er alls ekki með nokkrum hætti að gera lítið úr því. En ég held að ef að þetta þróast þannig að hún verði einhvers konar burðarás íslensk efnahagslífs, ég er ekki ánægður með það. Ég myndi telja að það var ekki leiðin sem við ættum að fara. Mér finnst það bara mjög fín lokaorð. Já, takk eftir það. Takk hérlega fyrir því. Já, takk hérlega fyrir mig. Gangi þér vel. Sömuleiðis. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum þar sem við fjöllum sögu Sjálfstæðisflokksins. Alla þættina má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum, YouTube og á heimasíðu flokksins xd.is. Takk hérlega fyrir og fylgist þið með.